fyrirsögn nummer 5 það df.is allt logar stafna á milli hjá sósíalistum. Who would have thought? Maður. Þetta svakalegt að lesa, maður. Hér segir ekkert látvirðist vera á væringum innan Sósíalistaflokks Íslands. Undanfarnar vikur hefur mikil orðrahríð staðið Gunnar Smára Egilsson og hann sakaður ofríki, við höfum fjallað þetta hérna. Enn eitt reiðarslaði átti sér stað núna á dögunum þegar Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sagði sig úr flokknum eftir hatursfulla athugasemd frá Maríu Pétursdóttur fyrrum formanni málefnastjórnar flokksins sem sat auk þess í öðru sæti á lista sósíalista í Reykjavíkurkjördæmi norður. Í kjölfari loguðu spjallhópar sósíalista á Facebook og sá pólitíski leiðtogi þeirra Sanna Magdalena Mörtudóttir sá sig knúna til þess að skrifa hvatningarskeyti þar sem hún bað flokksmönnum að setja klæði á vopnin og standa saman. Það var þó til lítils og aftur sögð upp úr þegar Jóna Fanney Friðriksdóttir fyrrum formaður leiðsagnar félagsleiðsögumanna hvatti sér hljóðs og sagðist líka vera hætt í flokknum. Ekki var það Maríu að kenna í þetta skiptið, heldur átti hún sögótt við Hallfríði Þórarinsdóttur sem situr í framkvæmdastjórn flokksins. Og já, það Ég kom með hefð núna. Já. Hefði mín á hverju kvöldi þegar konan sofnuð, þá poppa ég, sest upp í sófa og les yfir rauða þráðin eða Facebook síðu sósíalista. Wow, og þetta bara þvílíku gullmólanir að sjá, það svo margir sem svo súrrandi bilaðar hana. Þetta svo komíst. Og þetta fólki sem vill að við treystum þeim til þess að koma hér á nýju þjóðskipulagi. Að jafna allt og... Fyrst að jafna allt í jörðu og svo jafna allt á milli okkar. Já, ljóst að Jónu Fanney hefur hlaupið kapp í kinn við deilurnar hjá sósíalistum því hún nýtti tækifæri í gær til að gera upp sakirnar við Hallfríði og saka hann að hafa borið á sig þungar sakir og átakafundi innan leiðsagnar. Vegna þess að þú, Hallfríður Þórarinsdóttir, ert í framkvæmdastjórn hef ég ákveðið að segja mig úr Sósíalistaflokki Íslands og jáfnframt hef ég ekki áhuga lengur á að styrkja samstöðuna. Þetta svaðalegt, maður. Þeir eru bara að rústa sér sjálfir, sko. Já, ég meina, þetta ekki bara, þú veist, eitthvað sem allir vissu að myndi gerast? Þetta náttúrulega, sko, 100% ósjálfbær hugmyndafræði, sósíalismi. Það segja, sko, sósíalismi góður svona með. Þá ég að tala sko, öll frjáls ríki heims búa við kapitalisma. Það bara þannig. Við getum gert á þessu svakalega vísindalega rannsókn. Kemst alltaf þeirri niðurstöðu að öll frjáls ríki heims þegar eiga það sameiginlegt að þau búa við sem sagt opið frjálst markaðskerfi. Hins vegar eru bestu ríkin, þau eru með þessu opna frjálsta markaðskerfi, þá eru þau með dass af sósíalisma í menntakerfinu, í heilbrigðiskerfinu og svo framvegis. Og það sósíalismi bara þegar við greiðum í sameiginlega sjóði sem að fjármagna til dæmis löggæslu og allt þetta. Það engin að mótmæla því, en sósíalistar, eins og nafni gefur til kynna, þeir vilja eitthvað annað og meira og þeir vilja að allt sé jafnað og allir séu fái jafn mikið borgað fyrir mismikla vinnu og svo framvegis, sem auðvitað bara galin hugmyndafræði. Og þegar að hópur fólks með galna hugmyndafræði og ósjálfbæra lífssýn einhvern veginn að leiðaljósi kemur saman, að þá hlýtur náttúrulega að sjóða upp úr öðru hvoru, sko. Ég get ekki annað en það kemur mér ekki óvart. Þessi sósíalismi og náttúrulega kommunismi, basically, samansemmerki, leikum við. Geta ekki fatta að það þetta mannlega eðli. Þegar fólk bara að berjast að vera í stjórn eða að vera að ráða, það verður alltaf þannig. Já, þeim líka, og þá fer þetta allt, þú veist, það ekki þetta jafn allan. Nákvæmlega. Það bara ekki hægt. Nákvæmlega. Það að sanna það þarna. Og þess vegna sósíalismi eða kommunismi, þess að þú tekur öll gæði samfélagsins, alla fjármuni og setur þá undir einhverja stjórn ríkisins sem á að deila þessu út jafnt á meðal allra, að þá ertu alltaf með fólk sem kemur að fyrir stjórn sem að engin stjórn átt að vera skipuð bara heilugum englum sem gera allt rétt og græðgi eða öfund keyrir ekki áfram. Þess vegna svo rosalega mikilvægt að við séum með lítið ríkisvald og látum frjálsan markað frekar deila gæðanum heldur en að falla fyrir þessum. Þetta á yfirborðinu hugmyndin eitthvað neina skapa samfélag þar sem allir hafa það jafn gott. Já. Þetta frábært, sko. Það góð pæling, sko.
þú veist, maður vill hafa mannesku eins og Sólveig Önnu í ykkur í stjórnaranstöðu, ykkur til að halda hlutunum í tjekka, því kapitalismi getur alveg prjónað vel yfir sig. Óheftur kapitalismi getur klálega prjónað vel yfir sig. Og þá þurfum við svona manneskur eins og hana, sem mér finnst bara eiginlega eina með vitið í þessu flokki, sko. Til að standa vörð þann sósíalíska hluta kerfisins sem við erum sátt við. Algjörlega. Og ég sjáðu til dæmis, ég tók Facebook-linkin af DFF, þegar Sólveig Anna, þarna kemur það þykir mér leitt en því ekkert að gera nema hætti í flokknum sem ég geri hér með það var að vera svívirða Sólveigu Önnu inn á þessu spjalli eða einhverju kommenti smá illa sko og af því að hún hefur tekið sér stöðu gegn þessu hræðilega vóki sem er bæði vegi búið að rústa þessu vinstri kortið og hún sá sér núna til þess að segja þessu úr Sjálfstæðisflokknum sem að var auðvitað hún Sanna Magdalena er flott stjórnmálakona líka, en Sólveig Anna hefði verið fyrir Sósíalistaflokkin þeirra sterkasta, beittasta vopn. Alltaf. 100p. Algjörlega. Og þeir skjóta sér svo svakalega í fótinn að Sólveig Anna lætur sér hverfa og ekki skrítið. Og svo kommentarkerfinu náttúrulega bara að fyndin, Þegar sósíalistar verða hissa og hatursorðræði frá sósíalistum, þetta fyndið til að vera satt. Sósíalismi og kommunismi eru stjórnmálastefnur sem gera út á öfund, afbrýðisemi, hatur og því að kenna alltaf öðrum eigin óhamingju og fjárhag. Það mun aldrei neitt sósíalisti verða hamingjusamur því það er bara ekki í þeirra persónuleika því miður. Það er mikill sannleikur þessu. Sósíalismin er alltaf byggir og allir þessi rauði þráður og allt þetta samtalan inn á sósíalistaspjallinu er aðalega bara hatur, öfund hatur okkur annan núna Já, þú veist, þeir hata náttúrulega kapitalistana og er alveg bara drulla og rosalega óheftir í hvað þeir að segja og sumir sem fá þarna að posta bara á klukkutíma fresti er bara fólk sem á ekki að vera með lyklaborð Ég sá einmitt næsti linkur, það var pósturinn inn á rauða þræðinum þetta er frábær linkur þarna er Ægir Máni Bjarnason okkur sem er mikill sósíalisti og hann skrifar tímamótapistil hann segir þar sem fasísk orræða og áróður hefur verið að aukast gríðarlega á Íslandi undanfarin misseri gegnum ýmsa áhrifavalda, pólitíkusa, fjölmiðla og hlaðvörp þá langaði mig að taka saman hvaða fólk, hlaðvörp eða miðlar eru helst að dreifa slíkum áróðri og orræðu. Í snöggubræði yfir miðla dettum í hug nútíminn, broadcast, útvarpssaga, ein pæling, fréttin og MBL. Áhrifavaldar og pólitíkusar sem mig dettur í hug eru Frosti Logason, Snorri Másson, Eldur De Vil, Margrét Friðriksdóttir, Sigmundur Davíð, Diljá Mist, Brynjar Bjarkason úr Klöpptöpp. Ef ykkur dettur annarkvort einhvern í miðilega hlaðvarp í hug eða áhrifavaldar pólitíkusa, hendi því endilega hérna inn fyrir neðan. Það er náttúrulega ákveðin virðing fyrir þig að þú sér settir fyrstur hann. Já, ég er höfuð óvinnurinn. og þetta er frábær greining á fasískri orðræðu í landinu en svo átti ég vona að sjá eitthvað glæsilegan lista en hann færi reyndar ekki inn á rauða þræðinum þá held ég að fólk sé fara að átta sig alveg þetta við skulum ekki taka þátt í þessu því að við erum gjörsamlega búin að stúta okkur í svona vókrugli þannig að svörin sem hann fær eru nú mestmegnis svona bara að þetta er skotið niður hann segir, hér segir einn veitu hver er munurinn að vera ósammála þér og bera út fasískan áróður það er ekki að taka dæmið og ætlar að saka fólk að vera fasista svo segir ekki neitt af þessu sem að þú nefnir er fasísk orræða hættu að gengisfella þetta hugtak þegar þú talar fasíska orræðu þá virðist þú vera að vísa til antitrans orræðu eða gagnrýni á vókið halló, það er ekki það sama á fasísmi fasísmi er augljóslega miklu meira heldur en það er ákveðin hugmyndafræði og stjórnmálastefna en Tjörvi Slöð sem að skrifa þetta er nú þrælklár sósíalisti ég ætla að segja, ég fíla hann líka ég fíla, og það er ekki bara þessi kommenti, ég sé hann hann er alveg ótrúlega klár algjörlega ósammálanum örgulega flest en ég fíla hann það var í gaman að fá hann í viðtal til þess að tala sósíalisma af því að hann er svo klár ég myndi verið til að heyra hann rökstiða þetta rögl það er enginn að hafna mannréttindum jaðarhópa þó fólk hafni því á forsendum bóksins
og hér séur önnur fasismi byrjar sem áróðu gagnvart útlendingum og minnihlutum. Það er mögnuð upp þjóðniskennt hjá meirihlutanum og minnihluta sko, við erum þannig að segja það, við erum hérna með massívan áróður gegn útlendingum og minnihluta já, það er mögnuð ímyndaður rétt. Ægir er með réttu að benda á það. Vist hérna Þórarinn líka, hann er náttúrulega að skjóta hann líka, en Þórarinn alveg jarðar hann sko. Þórarinn Hjartarson segir, númer 1, dreifa er með einföldu í. Númer 2, maður segir í fljótu bragði, ekki, hvað sagði hann, í snöggu bragði. Númer 3, áhrifavaldur og pólitíkusar sem mér dettur í hug, ekki mig dettur í hug. Kveðja tungumálafasisti. Það er mér að Björn Leví er hérna. Já, hann meiri segir, það er ágætis regla að nefna dæmi þegar að vera að draga fólki einhverja dilka tengdum hugmyndafræðilegum hugtökum. Svona svo að það sé hægt að skilja af hverju viðkomandi dæmi passi við téða hugmyndafræði. Það er nefnilega allt og oft verið að misnota svona hugmyndafræðileg hugtök. Er oft verið að misnota það að kalla fólk rasista og nazista og fasista sko, en fyrir nokkur síðan þá hefði þetta komment ekki komið frá Bjarni Leví. Hann er svona átt að segja á sko og hörðu, þú veist, ef ég ætti ekki að verða undir þessari jarðaför vóksins sem er að eiga sér stað núna, þá verð ég að sýna lit og láta eins og ég hafi allan tíman verið rosa skynsamur sko. Sko, svo líka eitt fyndið við þetta, ef ég væri bara svona algjörlega ótengdur í íslensku samfélagi, myndi fara að skoða, þetta er hérna Facebook-grúpa hjá Sósíalistaflokk Íslands. Ég myndi halda út á þessi Ægir Máni Bjarnason sé bara eitthvað svona máttarstólpi innan þessa flokks, með að við hvað hann postar mikið, er að taka orðið til sín, og ég myndi bara, ég ætla ekki að koma nálægt þessu dæmi sko. Ég held að þessi Ægir Máni, ég held að ég hef lesið það en daginn að hann hafi verið settur í eitthvað bann eða hvað. Voru við ekki að lesa eitthvað pistur það? Hann Gunnar Smári setti sko að þú mátt ekki posta nema einu svona dag og kommenta nema einu svona klukkutíma. Já, alveg rétt. Og hann tók þetta bann alltaf til sín því hann var bara postandi mörgur. Já, svoleiðis, Elsku sósíalistarnir. Já. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengt, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.